Þetta er verkefni 14 í Excel. Ég ætla að halda áfram að setja formúlur hér í J-dálkinn. Komin í J12. Ef talan í D4 er lægri en eða jöfn á 10, þá á að koma eyða í hólfið J12, annars á talan sem er í D4 að koma hér. Og hér sjáu þið samanburð gilda, minna en merkið, það er bara ítt beint hérna á hnappinn, og stærra en þá þurfa að halda niðri shift og ítt á hnappinn. En ef það kemur lægri en eða jöfn og, að þá þurfið þið að íta fyrst á lægra en merkið og síðan á jafnaðarmerkið. Það má ekki vera jafnt og eða minna og þið athugið það. Þannig að ég fer hérna í FX-hnappinn og if-fallið. Færa þetta hérna aðeins. Ef talan í D4 er lægri en eða jöfn og 10, ég skrifa töluna, þá á að koma eyða, annars á talan sem er í D4 að koma í hólfið. Þannig að þið sjáu að það kemur eyða, en formúluna sjáu þið hér upp á ritlínunni. Og síðan kemur hér sama formúla, það er að segja if-fallið. Ef talan í A8 er lægri en 15, þá á að koma eyða, annars á talan í A8 að koma hér. Hér í J14 þá er áfram if-fallið, svona. Ef talan í F6 er hærri en eða jöfn og 70, hærri en eða jöfn og 70, þá á að koma eyða, annars á talan í F6 að koma hér. Sjáu hérna, ef talan í F6 er hærri en eða jöfn og 70, semikoman skilur að línutnar sem við sáum í glugganum þegar við vorum að setja inn formúluna. Nú ætlum við að setja inn formúlu í J15, hvaða tala kemur oftast fyrir á svæðinu, og fallið er MODE eða mode. Ég er með það hér hjá mér. Ef þið eruð ekki með það, skrifið það hér á ritlínuna og smellið á Go. Og þið þurfum bara að draga yfir svæðið og þá finnur hún hvaða tala kemur oftast fyrir. Og það er tala 19. Þið setjið sjálfinn formúlur hér í J16 og þið sjáu formúlun í bókinni, það er sumufallið, og síðan hæstu töluna, það er max, og lægstu töluna er MIN, og meðaltal allra talnanna er average, og þið dragið alltaf yfir talnasafnið svæðið hérna A2 til J8, en ég ætla að vista.